Nú get ég ekki sofnað. Mamma og pabbi eru með veislu frammi. Þetta er einhver svona saumaklúbbur. Mamma er sko í saumaklúbb og það er alltaf svona einu sinni á ári eitthvað. Þá koma allar vinkonur mömmu með mennina sína með sér og þá er rosa gaman og allir að borða köku og drekka gos og borða brauðtertu og alls konar svona heita rétti sem er ótrúlega góðir og mamma sagði bara við mig: Sverrir, þú verður að vera inni í herbergi, þú átt að vera farin að sofa. Ég bara, já, ég bara get ekki sofnað. Nei, það er bara, ferðu bara, ertu bara vakandi inn í herbergi en legðu upp í rúmi. Ég verði að liggja upp í rúmi, samt er ég alveg glað vakandi því að það er svo mikið læti frammi í fólkinu, alltaf að hlæja og einhver kall sem er alltaf eitthvað hlæja allir á honum. Nú get ég ekki sofnað. Það er bara að liggja hérna og allir frammi að borða, nema ég. En ég sá áðan sko að ég kíkti fram sko, þá sá ég að það var svona jarðarberjaterta, alveg svakalega girnileg sko. Og alls konar svona snakk og alls konar svona sem er útrúlega gott. Ég ætla kannski að kíkja á það einu sinni en áður en ég fer að sofa. Kíkja á kræsingarnar. Þau eru ekki byrjað að borða. Nú var ég að fá alveg frábæra hugmynd. Kannski ég ætti að læðast fram og fá mér eitthvað smá að smakka. En þá má enginn sjá mig. Þetta verður svaðilför. Ég ætla aðeins að kíkja fram. Heyrðu, það er alveg sama bara hvað þessi kall segir, það bara fara allir að hlæja. Hann er ekki einu sinni fyndinn. Baun. Þau eru ekki byrjað að borða og það er alveg risastórt stofuborð alveg fullt af kræsingum. Þarna var rjómaterta með jarðarberjum og svona brauðréttur með skinku og aspas og majónes, það er alveg svakalega gott. Og svo svona karmelukaka sem að mamma býr til, hún býr til karmelina sjálf. Mér finnst það ótrúlega gott, samt fæ ég þetta alveg ógeðslega sjaldan. Svo svona heitur réttur með aspa, það væri nú dálítið gaman að laumast fram og smakka bara pínu okkur lítið. Hún getur nú ekki orðið reið yfir því, hún mamma. Ég ætla samt að athuga hvort að þau séu nokkuð sest. Ég ætla að lauma mér fram og athuga hvort ég ná í eitthvað góðgæti. Það er best að skríða. Þá sést ég ekki.
Það munaði sko engu að einhver sæi mig sko. Það var nefnilega einn kall að fara á klósettið. Það munaði sko lítið að hann sá mig. En ég rétt náði að smeygja mér hérna undir borð og ég veit að kakan, hún hérna uppi. Og það alls konar gúmmulaði sko. Nú bara að reyna að teygja sig í eitthvað gott. Smá saltstangir. Það er best að borða bara öll sönnunargögnin strax. Þarna rakst ég aðeins svo mikið í kökuna. Hvað er gott. Reyna að ná. Finna eitthvað jarðabeðavægja. Halló litla jarðabeð. Nú ætla ég að éta þig. Heyrðu. Ég elskar svona litla kökur. Það er svo góðar. Jæja, gjörðu það svo vel. Fáðu sæti hérna við borðið. Þetta er svona fínt. Þetta verður eitthvað vesenni. Það er svo leiðinlegt að hlusta á þetta fullorðna fólk tala saman. Það talar bara leiðinlegar hluti. Hvernig nennir það að tala þetta? Vá, hvað ég ætla aldrei að vera með fullorðnum fólki þegar ég er fullorðin. Þegar ég er fullorðin, þá ætla ég bara að leika mig með krökkum og gera eitthvað svona krakkalega hluti. Sjáu þið. Ég ætla að reyna frá. Mikið hnút á skóna. Hann fast. Hvað gerðist? Á einn farinn. Streyman hnút. Þetta fínt. Nú er fyrst saman með lapina. Þetta er skemmtilegt, sko. Ég er bara... Ekki drami! Fyrirgefðu! Þetta verður vesen. Mamma gómaði mig. Hún er á leiðinni að fara að hundskamma mig. Best að þykjast vera sofandi. Jæja, Sverrir minn. Ég var búin að biðja þig að vera stiltan í kvöld. Ég fæ svo sjaldan gesti og Silvía og Brján eru gott fólk og ég vildi gera vel við þau, en þú gast ekki setið á þig. Gast ekki sofið. Já, ég veit að ég reyndi að loka augunum. Þú ert allt dótið hérna í herberginu. Þú ættir ekkert að funda þér eitthvað að gera. Já, ég er mjög reið núna, Sverrir, og nú verður þú hérna í herberginu þar sem eftir er á kvöldinu. Fyrirgefðu. Já, þú kemur ekki meir fram. Ég lofa að koma ekki fram. Já, er það skilið? Ég lofa að fara svo. Já,
Alveg, góða nótt. Góða nótt! Það gæti nú bara orðið dálítið erfitt að sofna eftir svona adrenalín kick. Þetta er eitthvað sem maður gerir líklega bara einu sinni.